Geimferð eftir Sigrúnu Eldjárn. Það orðið allt of langt síðan að við höfum komist í almennilega geimferð, segir Málfríður eitt sinn þegar Kuggur og Mosi eru í heimsókn hjá þeim mæðgum. Ég er alveg sammála þessu, segir mamma Málfríðar. Það er alltaf eitthvað sem tefur mann frá geimferðum, en núna held ég að rétti tíminn sé runnin upp. En hvernig komumst við í geimferð, spyr Kuggur. Hvar fáum við geimfar og hvert getum við farið? Þetta eru of margar spurningar í einu fyrir minn smekk, svarar Málfríður. En komið með mér og þá skal ég útskýra þetta allt. Síðan gerum við geimferðaáætlun. Þau fara öll á eftir Málfríðu út í garð. Hér sjáið þið næstum fullsmíðað geimfar, segir Málfríður. Er þetta geimfar, spyr Kuggur varfærnislega. Já, gæskurinn, sérðu það ekki, segir mamma Málfríðar. Ha, jú, flýtir Kuggur sér að svara. En hvernig kemst þau upp í loftið? Það kemur í ljós í nótt, svarar Málfríður. Því þegar að dimmt er orðið, förum við af stað. Það verður að vera myrkur, því að annars sjáum við ekki stjörnurnar. Ég má ekki fara út eftir að dimmt er orðið, sagði Kuggur. Þá á ég að vera sofnaður. Iss, segir mamma Málfríðar. Þú þykist bara að sofna og læðist út gluggann þegar foreldrar þínir eru sofnaðir. Þú skalt fara heim núna, en mættu hér aftur eftir miðnætti, segir Málfríður. Við sjáumst á eftir. Þetta kvöld fer Kuggur alklæddur í rúmið. Seint og síðir koma mamma hans og pabbi sér í bólið. Þau virðast aldrei ætla að sofna, en loksins er Kuggur viss að þau séu sofnuð. Þá læðist hann fram úr rúminu sínu. Í sama bili heyrist blístur fyrir utan gluggann. Kuggur gægist út og þarna fyrir neðan stendur Mosi og veifar til hans. Kuggur bindur kaðal fastan og kastar honum út gluggann. Síðan klifrar hann niður í garð. Nú verður gaman, segir hann við Mosa. Sjáðu allar stjörnurnar. Þegar þeir koma til Málfríðar og mömmunar sjá þeir að undirbúningur fyrir geimskotið er í fullum gangi. Jæja, þið eru þá loksins komnir piltar, segir mamma Málfríðar. Við getum lagt af stað eftir stundarkorn. Undirbúningi er að ljúka, hrópar Málfríður innan úr geimfarinu. Við skulum bara fara inn og gera okkur heimakomin, segir mamma Málfríðar. Þau klifra borð í geimfarið. Haldið þið að við komumst nokkuð í alvöru út í geiminn, spyr Kuggur. Já, auðvitað gerum við það, kalla Málfríður. Nú hleyp ég út og kveiki í flugeldunum sem munu knýja okkur áfram. Málfríður stekkur út og kveikir í mörgum flugeldum sem eru festir við geimfarið. Hún telur niður á meðan. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Málfríður stekkur borð. 4, 3, 2 og 0. Geimfarið þýtur upp í loft. Við fljúum, hrópar Kuggur upp yfir sig. Geimfarið þýtur langt út í geiminn. Þau sjá alls konar stjörnur út gluggana. Á hvaða stjörnu ættum við nú að lenda, spyr Málfríður. Hvað finnst þér múta? Hvernig líst þér á þessa þarna, spyr mamma hennar og bendir. Það er lítil og krúttleg stjarna og þarna hefur áreiðanlega engin mannvera stigið fæti. Við skulum kanna hana, sagði Málfríður. Búum okkur undir lendingu. Og bomm! Geimfarið hlunkast niður á litlu stjörnuna. Þau skríða út úr geimfarinu. Þetta er nú lítið skref fyrir mannkynið en stórt fyrir okkur, segir mamma Málfríðar. Skyldi einhver búa hérna, segir Málfríður og lítast Það er aldrei að vita, svarar Kuggur og horfir líka í kringum sig. Allt í einu finnst honum einhver horfa á sig, stingandi augnaráði. Hann snýr sér við og sér einhverja furðulega veru. Sjáiði, hvíslar hann til hinna. Er hún ekki hræðilega illileg? Veran mjakast hægt í áttina til þeirra. Hún urrar og er mjög grimmdarleg á að líta. Komdu sæl, heillin, segir Málfríður. Við erum komin í heimsókn. Veran urrar enn meira og virðist ekki skilja Málfríði. Ég er hér með sérstök merki sem geimverur skilja, sagði mamma Málfríðar og dregur marga litla fána upp úr töskunni sinni. Við erum góð, segir hún og bregður fána á loft. Við erum vinir þínir, hún veifar öðrum. Geimveran virðist ekkert blíðlegri á svipinn. Viltu nammi? Spyr Kuggur og heldur einum fánanum á lofti. Geimveran hristir hausinn. Svo hrifsar hún alla fánana af mömmu Málfríðar, gramsar í þeim og velur loks nokkra sem hún sýnir þeim. Þau horfa öll á merkin og líta síðan á Málfríði. Hún vill fá pilsið þitt, Málfríður, segir Kuggur. Nei, hættu nú alveg, þvílík ósvífni, segir hún. Við skulum koma okkur, þetta er alveg grútfúl geimvera. En geimveran mjakar sér til Málfríðar og læsir klónum í pilsið hennar.
Frekjudollan þín, segir hún. Jæja þá, hirtu þá pilsið. Og Málfríður fer úr pilsinu og lætur geimveruna fá það. Þvílík skömm að koma heim á nærbuksunum heim úr geimferð. Komiði, við skulum fara heim. Ég neita að ferðast til fleiri stjarna á nærbuksunum. Þau ganga aftur að geimfarinu. Hvað skal nú til varnar vorum sóma? Við höfum gjörsamlega gleymt að taka með okkur flugelda til að komast aftur heim, segir mamma Málfríðar. Þurfum við þá kannski að vera hér alltaf, spyr Kukkur hræddur. Komumst við ekki aftur heim? Hann hugsar hlýja mjúka rúmið sitt heima. Ég bara beinlínis verð að komast heim og sauma mér nýtt pils í hvelli, segir Málfríður. Þá blístrar Mosi. Hann bendir þeim að fara upp í geimfarið. Síðan lyftir hann því upp og flýgur með það af stað. Sá er sterkur. Ég veit ekki hvað við hefðum gert án Mosa, segir mamma Málfríðar. Nú þá hefðum við bara orðið Mosa vaksin á þessari hallærislegu stjörnu, svarar Málfríður fúl. Geimveran stendur ein eftir í pilsinu og veifar í kveðjuskyni. Nú er hún orðin glaðleg á svipinn. Kukkur er dauðfeginn þegar þau lenda fyrir utan hús Málfríðar. Þegar hann kemur heim klifrar hann hljóðlega upp kaðalinn og Mosi læðist með honum inn. Pabbi og mamma Kukks rumska ekki þegar hann skríður aftur upp í rúmið sitt og undir sæng. En fyndið, hugsar Kukkur, einhvers staðar langt út í geimnum er pilsið hennar Málfríðar og Rápi. Og svo sofna þeir Kukkur og Mosi.